Þetta er boyfriend alveg með þetta var svaðalegt lag. Já, Justin Bieber, þetta er svolítið líkt Justin Timberlake en já, ágætis lag þarna á ferð. Herðu, hann er mættur hérna með mér eins og flesta miðvikudaga, hann Pétur Jóhann Sigfússon. Ég ætla nú bara að byrja því að bjóða þig velkomin. Hvað er kærlega fyrir? Það er nú ekki hverjum degi sem að fæ svona 2007 gauk hérna inn í stúdíóið. Það var frábært og getur kynnt mig sem Pétur Jóhann. Já, ég fyrir ekki, ég gleymi því alltaf. Hann er mættur hérna til mín, hann Pétur Jóhann. Meira áherslu á Jóhann. Hann er mættur hérna til mín, hann Pétur Jóhann. Já, þetta var allt í lagi. Ok, og já, 2007, sagðir það? Já, verður þetta með mig til 6 í dag. Herðu, maður getur ekki að opna fjölmiðl, þá bara sér maður þig og allt válið. Já. Þú varst bara í jómfrúaferðinni og það er svolítið 2007 bragur aðeir þess að dagana. Það var bara vinnuferð. Það var bara, maður sér ykkur að gauðra í allt og þröngum jakkafötum og svo þig sköllóttan skellbrósandi þarna, þið veitir þetta ekkert. Eins og ég segi, þetta var bara vinnuferð, sko. Hvað varst þú að gera hann? Þetta var bara vinnuferð. Já, hvað varst að gera? Varst þú að tala í kallgerði? Það er þannig þegar að standa upp bara í vélinu og eitthvað? Þegar að ríka fólki kemur saman. Já. Þá vill að hafa svona hirðfífl til að skemmta sig. Og ég var í því hlutverki í þessari ferð. Þetta er bara eins og allstara sem að ég beðin að koma, það var náttúrulega bara það sem fylgir böggut sem fylgir skamrifi eins og maður segir. Já, þetta er svona bara eins og í gamla dag, þá var konungsfólki með hirðfífl sem var bara út á golfi að gera eitthvað fyrir þau. Þannig að þú varst svona þannig að þau geti hlegið og skemmt sér og haft gaman að þessu. Já, þú varst fenginn bara í það þessu sinni. Já, ég var bara í því sko og það var í flugstöðinni áður en að vélinn fór í loftið. Já. Í flugvélina á leiðinu út og var rúta að ferja fólk aðna milli staða og þar var ég gasparandi og fólk fekk held ég ekki mikinn frið fyrir mér bara yfir höfuð. Nei, í þessari ferð. Fólk hefur ekki leiðist það held ég. Já, mér fannst þetta allavega mjög gaman. Já. Sjálfum, sko. Það er oftast þannig, ef að þú skemmtir, þá skemmta eiginlega allir í kringu sig. Það var óskandi, já. Já, kringu sig. Þannig að það hefur væntanlega verið gaman þarna hjá VAR. Til hamingju með það, vámenn ef að þið eru að hlusta. Fyrst að það er ekki fínt að vera með sem flest flugfélög á Íslandi. Jú. Hvað maður þetta á þess að vera að skera sér handlegginn, sko. Já, það er hárrétt, já. Því fleiri flugfélög, því betra. Já, því meiri samkeppni, það segir sig sjálft. Svona erum við skynsamir, við erum ekki bara fallegir ungi menn við Pétur, við erum það skynsamir að við áttum okkur á því að ef það eru fleiri flugfélög þá fáum við þetta ódýrara. Það er rétt hjá þér Blöndal og í þessu árferðir það er ekkert vera. Það er líka hárrétt hjá þér. Við Pétur erum með stórkostlegan þátt fyrir ykkur í dag. Það er ekkert flóknara og ég lýg engu þarum. Við erum með karaoke-keppnin á sínum stað eins og alltaf. Karaoke og við munum fá hlustundur til að velja lögin hér á eftir. Svo erum við með sturlaða staðarindir. Svo erum við með atkeppni. Hún er á sínum stað. Já. Og hún er með smá breyttu sniði núna. Við hringjum báðir í svona skiltagerð. Já. Og eigum að, sem sagt, ekki sömu skiltagerðina heldur, en við keppum í ati hvað við getum búið til úr því með því að hringja skiltagerð. Við heyrum það hér á eftir og það var mjög skemmtilegt. Svo erum við með, blökkumenn að panta hótelherbyggi. Skemmtilega orðað þannig. Já, jú, öruglega. Ég held að það sé í lagi, sko. Maður er svolítið reyndar einhvern veginn á villikutum hvað maður má segja og ekki. Já, ég veit það, en veist, það er ekki til rasismi mér, ég get alveg lofaði því. Já. En stundum bara, þá veit ég ekki hvað má og hvað má ekki. Nei, maður er ekki alveg klár á því. En ég held að það sé í lagi að segja blökkumenn. Já, ok. Þannig að já, þetta var ekkert endilega þetta voru bara svona kanar að panta, þetta voru ekki já, í rauninni. Já, what's up? Já, yo man. Book a room, man, what's up with it? Já, það voru svona stereotypur bara. Já, bara þvæla og rugg. Já, það er hér og eftir. Svo fórum við líka í lið sem við byrjuðum með í síðustu viku sem heitir Sællvinnur. Og þannig að það er Sællvinnur dagsins. Hann er hér og eftir, þannig að eins og þið heyrið kæru hlustundur, þá er nógum að vera hjá okkur og ég held að það sé líka bara hellingur að liði núna inni að hlusta útvarp því að það er ekkert svo gott við lengur. Það er samt einhvern veginn allt í lagi. Já, þetta er bara, þetta kallast eðlilegt sumar á Íslandi, ekki? Já. En það er líka svo mikilvægt að það sé bara hlýja í hjarta. Já, það er náttúrulega fyrir öllu. Já. Að vera með hlýju og gleði í hjarta. Já. Og það smitast. Hafa það á bak við eyrun að öll þessu upptalning sem þú varst með hérna rétt áðan. Já. Hún verður öll náttúrulega krydduð með frábæri músík eins og okkur einu með lagið hér. Frábæri tónlist og fíblaskap eins og okkur einu með lagið. Hér í FM 95 Blöð. Það er rétt. Með þessum orðum fáum við Take Care með Drake og Rihanna. Þetta fíla þetta, Pétur. Hvernig er ég að fíla hvað? Þetta lag. Þetta er upp á slæðið mitt. Það ekki? Nei, jú, ég var nú ekkert sérstaklega að hlusta á það. Ég var að viðurkenna það. Já, ok. En það endaði mjög vel. Já, varstu bara í þínu eigin heimi?
eins og stundum. Já, ég var algjörlega í mínu megin heimi, ég skal viðurkenna það hér og nú. Já. En maður er náttúrulega á það til að vafra netheima. Já. Svona á meðan að músíkin hljómar. Það dettur inn hjá þér. Já. Og akkurat í þessum tölu orðum var ég inn á bílasölur.is. Já. Og hérna er hægt að fá, sko, maður sjá. Hérna eru við með Ford, sko, F150 árið 2004. Já. Keyrður 135.000. Þetta er nýr dagskrárliður. Ég glemdi að segja þér frá því. Já, bara á sama tíma á slúðrið að vera. Takk fyrir það, en ok. Ertu að fara í slúðu núna? Já, ætla að fara í það, en við skulum býða þess. Ok. Hvaða dagskrárliður er þetta? Bara Bílasalan eða? Bílasölu.is. Nei, annars. Kíkjum á nokkra góða bíla. Nei, það. Hvað? Finnst þér eitthvað að þessu? Að lesa upp hvað einhver Fordi keyptur og hvað hann kostar það? Nei, hvað hann keyrður og hvað hann kostar? Já, veistu hvað er mikið af fólki sem er kannski að velta fyrir sér bílakaupum? Já, ok, þetta. Það er alveg bunkið að noti, sko. Já, þannig að þú varst búin að finna einhvern Ford sem að keyrður hvað? Nei, Pétur, þetta er alveg, er það? Er þetta eitthvað? Prófum þetta bara. Ok. Sjáum bara hvernig. Já, haltu áfram. Já, ég var að skoða hérna á bílasölu.is. Ford F150, árgerð 2004, ekinn 135.000, þetta er bensínbíl. 5,4 lítra vél í honum og 301 hestafl. Þessi bíl er með leðursætum og sjálfskiptur, 4 hurðir, pallur, gler topplúa, litagler, líknarbelgir, rafdrifnar rúður, rafdrifningsspeglar, reyklaust ökutæki og útvarp. Þessi bíl er seldur sett á hann 1.770.000. Hann tilsölu hérna Bílaborg stóra 26. Og næsti bíl sem við kíkjum á er Hyundai Tucson. Ég finn alveg að þetta er að deyja svolítið. Þetta er ömurlegt. Ok, ég ætla að krydda þetta hérna. Býta aðeins maður. Já. Slaka á. Ég er slagur, þetta er þinn liður hérna. Gott fólk, hér er Toyota Avensis SD Terra, 830 skall. 2003 árgerða bíl. Beinskiptur 5 gíra framhjóladrifin, 4 að strokka, innspýting 130 hestöfl, 1243 kíló þyngd. Það er dráttakúla, geislaspillari, höfuðbúðar, litagler, líknarbelgir, rafdrifnar rúður, rafdrifningsspeglar, samlæsingar, útvarp og þjónustubók. 3 lyklar. Ég er að skoða myndir af þessum bíl, þetta er svaðaleg hérna. Mæli með þið, kíkja á hann á nýja bílavöllin. 4 sum. Þetta er svo töff. 4 sumadekk með kvikindum. Þetta er hrikalegt. Ég skal lifa alltaf klukkunni og veðrunni. Við getum ekki verið með bílasöluna, maður. Það er ekki verið með þetta? Nei, en þetta var góð tilhörn, sant? Það var... Ekki máli. Ekki málið alveg. Ekki þau. Ég hef með tyggjó líka, það er klúður. Já, geta að klúðra þessu eitthvað. Já, ég ætla að leggja það En ég sé líka, sko, það sem að hlusta fyrir þetta að sjá ekki inni, þú ert eldrauður, þið leiði svolítið illa þegar þú varst að lesa þetta. Það er hrikalegt maður. Ég verði aldrei með þetta aftur. Nema hrúist inn símtöluðna á eftir. Já, það sem að vilja bílasöluna. Það eru þessi bílasöla á ræðið, maður. En það styttist hér í, skal ég ykkur segja, karaoke-keppni, at-keppni og svo þegar við gerum skemmtilegt svona, það er eiginlega líka, þú voru blökkum að panta okkur hótelherbyggi. Yeah, man, what's up with that? Förum í slúðrið. Já, við ætlum að fara hérna í stutt slúður og já, þá gerum við svona. Slúðrið í FM 95 blöð. Var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið? Já, FM 95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 blöð. Það er rétt, komist að þessu öllu saman hér í slúðrinu og já, ég ætla að byrja á Mel Gibson. Pappi hans sem er 93 ára gamall er að sækja skilnað frá sinni, annarri eiginkonu. Hann er tvígiftur maðurinn og já, er að sækja skilnað og... 93 ára? Já, hann er nákvæmlega, tekur það í það? Maður spyrir sig. Já, gæti gert það sko. Já, potið. Hann er að sækja skilnað í annarskiptið á æfinni. Já, 93 ára gamall. Kemur fram hvað konan sem hann er að sækja skilnað frá er gömul? Nei, því niður, ég hef nefnilega verið til að vita það sko. Og þetta er góð spurning hér og gott innlegg, Pétur. Já, gott innlegg. Já, en það kemur ekki. En Mel Gibson hefur einmitt verið á milli tannan á fólki svona síðustu ár og já, má muna sinn fívilfegri. Já. En hann segist styðja pappa sinn heilsugar í þessu öllu saman og er mikið með honum þessa dagana, en það er hann eitthvað down-kallinn. Já, Mel Gibson er nýbúinn að gera bíómyndið ekki?
Jú, hann var að leggja einhverju myndin daginn sem var að koma hérna til Íslands eitthvað. Frábær myndi ekki? Ég sá hann ekki, en hún fekk ágætis dóma. Það? Já, veistu að ég svona típa, ég vil gefa Mel Gibson séns. Legendið maður. Því líka legendið, sko. Já, svo var hann að rakka niður einhverja gyðinga hann í Bandaríkjunum og það allt vitlaust. Já, það klúður hjá honum. Já. Hann hefði betur sleppt í, sko. Ég sammálaður þar, hann hefði betur sleppt í. En ég minna svona í lífið maður. Ég held samt að Mel Gibson, þegar hann heldur sig frá flöskunni, þá heldur þetta sér toppgaur. Já. Hann náða svolítið til að missa sig, sko. Hressgaukur. Já, hann höndlar brenniðin illa, enda alkoholisti, sem sagt var óvirkur heilingi. Já, kannski bara hann ekki að borða með þessu. Já, eða sefur ekki nú. Já, það sefur ekki nóg. Já, þú veist, ef það þarf að vera að sulla mikið, þá verður að borða, sko. Borða vel og sofa mikið. Já, sofa mikið. Annars er þetta dett og snemma í tenginguna, sko. Ekki að vera að éta mikið af pillum líka. Já, sleppa því. Sleppa því, sko. Hvort sem út að drekka ekki, sleppa þessu pillu á því. Svo er það Hugh Hefner, vinnur okkar, hann byrjar aftur með fyrirvændi kærustunni sinni sem að hætti við að giftast honum daginn. Hún er 23 ára og hann er 95 eða 96 ára. Það er 70 ár þarna á milli, cirka. Og já, eins og Hugh Hefner margóft sagt, þá spyr áttin ekki aldur. Hún gerir það ekki, sko. En hún saknaði hann svona rosalega og er komin aftur til hans, þessi skvísa. Og sko Hugh Hefner til hamingju með það. Ég held að það sé líka hressgaukur, maður. Hugh Hefner, það er maður sem ég var alveg til að kynnast svona áður en hann fyrir við móðuna miklu, sko. Ég held að það sé algjörsnillingur. Það held ég líka. Já. Og svo hérna í lokin þá var að velja óvinsalasta celebrityin í Bandaríkjunum og hér er ég með listan, í fyrsta sæti var Casey Anthony, hver er það? Ekki, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. En örugglega alveg hrikalegt. Hrikalega leðilegur. Er þetta gaur? Já, þetta er gaur, sko, held ég. Svo í öðru sæti var Kim Kardashian, svo Jerry Sandusky, Bernie Madoff, svo kemur í 5. sæti Michael Moore, 7. sæti John Edwards, 7. sæti O.J. Simpson, 8. sæti vinnur okkar Mel Gibson, 9. sæti Tiger Woods og 10. sæti Paris Hilton. Það sem að kemur hann svona óvart, þarna eru Mel Gibson, Tiger Woods og Paris Hilton í 8., 9. og 10. Er þetta þess að hver er leiðinlegasta stjarnan? Já, bara eitthvað svona verið að gera eitthvað könnun og fólk að kjósa. Og var hann í efsta sæti þessi sem hún nefndir þetta fyrst? Já, Casey Anthony. Kim Kardashian í öðru sæti. Það reynda kemur ekkert rosalega óvart. Nei. En samt, það er auðvitað fínasta manneskja. Þetta var slúðrið hér í FM 95 Blöð. Við ætlum að fá lag sem er í miklu uppáldi á mér núna. Það var frábært slúður, Blöð. Það var ekkert að þessu. Og það var, veist það, Pétur, ég var eiginlega líka ánægð með bílahotnið þitt. Það var bara allt í fínasta hjá okkur. Hvað lag er þetta? Þetta lag heitir Too Close og er með Alex Clare og ég er að fíla þetta. The Jimmys and the Johnnies. Jimmys and the Johnnies. Pétur hérna með ykkur í þvílíkum fíling á miðvikudegi. Við erum hérna til 6 í dag, strákarnir. Í þessum, fanta fíling og ímislegt framöndan atkeppnin og fleira. Og karaokið, og talandu karaokið, þá er komið að hlustundum. Þetta er fljótt að gerast, maður. Þetta er fljótt að gerast. Það er komið að hlustundum að því að velja lögin okkar. Já. Þannig að nú erum að gera syngja 511-0957. 511-0957 ef að þú hefur áhugað að leggja koma með til að lögum. Ef þú lögumar einhverju góðu lægi fyrir okkur Pétur hérna í karaoke-keppnina eftir, þá erum að gera syngja 511-0957 og hvernig þú vannst síðasta? Komstu þar í 9-5 eða ekki? Ég mani þetta ekki. Jú, ég held að 9-5 er. Ég er hættur að telja, Blöð. Fíu. Ég er löngu hættur að pæla í þessum maður. Ég held að þú sért 9-5, ég held að. Já, veistu, ég held að við ættum ekkert að vera að staldra lengi við það. Það er allavega mín skoðun. Ok, stefna minn í dag er að vinna þið. Ég ætla að gera mitt allra besta og segja mér það. Ég er með eitthvað voru í punkt sem að segja mér að ég muni taka þetta. FM 95 Blöð, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Hæ. Ég ætla að biðja óskalag. Já, hvaða lag viltu heyra? Mér langar að heyra Wild Ones. Wild Ones í karaoke-keppninni? Í karaoke-keppninni? Já, held það. Ok, þú heldur það. Wild Ones, það er komið á blað. Takk fyrir þetta, skvísa. Ok, bye. Já, það var sumar og hræsleiki. Þessari FM 95 Blöð. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-keppninni? Ég myndi endilega heyra Is This Love með Whitesnake. Is This Love með Whitesnake? Það er þetta grjótart. Hver á að syngja það? Ætti að vera auðvitað maður. Hann er bara klárlega parturinn af þessu. Heldur betur, Is This Love, Whitesnake. Vá, þú ert ógeðslega heppinn úti. Já, þetta lag. svona rosalega. Ég veit ekki jú, ég held að, nei, er þetta ekki svolítið erfitt? Er þetta Is this love that I'm feeling? Is this love?
Þetta svolítið Pétur, heyrðu það? Nei, ég get ekki sungið þetta maður. Það vonlust, ég væri til í að heyra þér syngja þetta líka. Þetta líka spurning sem þú getur spurt þig. Is this love? Því þú ert að ganga í gegnum þetta. Ég held að þú myndir fara mun betur með þetta. Já, en hlustandinn bað þetta. Við skoðum þetta, herru, takk hérlega, þetta er gott lag. Takk fyrir. Ok, Unnur. Herru, það eru komið 2, hvað ég var að fá svona 6 lög til að vera örgir. FM 95 blöð, hvað langar þig að heyra? Somebody to Love með Justin Bieber. Hvað segirðu? Somebody to Love? Já, með Justin Bieber. Somebody to love. Ok. Erum við ekki búinir að syngja Bieber hérna? Já, ég tók eitthvað boyfriend. Já. Ok. En við skoðum þetta, takk fyrir þetta. Bieberinn. Ok, bye. Justin Bieber er svolítið vinsæll. Og en svo... Þessu aldrei. Já, FM 95 blöð. Bieberinn. Góðan daginn. Ég kann þetta. Já, góðan daginn. Mér langar að þykja Simply the Best með Tina Turner. Hvað segirðu? Simply the Best með Tina Turner. Simply the Best, já. Blíði best með Tina Turner, maður, vá. Í óska veröld, hvort myndir þú vilja heyra Udda eða Pétur Jóhann syngja þetta? Pétur Jóhann. Nú, já, hakkaði kærlega fyrir það. Já, takk Það fyrir. var frábært, innilega, takk fyrir. En það ertu Simply the Best, Pétur. Þannig að þetta laga vel. Simply the best. Herru, takk fyrir þetta. Herru, Takk fyrir. ok, við erum komin hérna með 4 góð lög. Ég var til kannski 2-3 viðbót. FM 95 blöð, hvað vilt þú heyra í karaoke-keppninni hérna eftir? Já, sælir, heyrðu. Sælir. Sælir. Með Alicia Keys. Hvað segirðu? Fallin með Alicia Keys. Fallin með Alicia Keys, man. Vá, Ég var nú maður. að setja Pétur í það. Þú væri til í að sjá Pétur í því. I keep on falling. Ói, maður, já, þetta, maður. Þetta er erfitt. Þetta er ríkar. Ég bara nota tækifæri og þakka þér innilega fyrir. Það eru komin finnst það. hellingur af góða lögum. Heldur betur, maður. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Minnstum ál. Takk fyrir. Ok, Þessi herru. gæi Já. var að ringja bara til að pína mig. Nei, þetta er gott lag. Já, var til að heyra Pétur Jóhann þá. Ég Þetta er alveg bara, þessi gæi er bara, hann er... er samt sammála honum, ég var til að heyra það. Já, ég er sammála hún líka. Herru, hvað segir þú, kæri hlustandi? Sælir! Sælar? Halló. Hæ. Hæ! Hvað segir þú gott? Bara fín. Nei, það ekki, hvað er verið að gera? Það er bara verið að hlusta ykkur. Já, hvað heldur þú? Ég myndi vilja bara Adele. Adele, ok. Adele, já. Hvaða lag með Adele? Bara Someone Like You eða eitthvað. Já, það var daginn, Pétur er búinn að syngja. Já. En við kannski finnum eitthvað annað Adele-lag. Ok. Ok, takk fyrir að ringja. Bæm. Bæm, herru, þá er það síðasti hlustandinn. Hvað vilt þú heyra í karaoke-keppninni? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Daginn. Hvernig ertu? Hvað segir gæinn? Hvað segir keppnin? Nei, Hess. hann dætt út maður. Nei. Skotin. FM 95 Hann blöð. var hress, ég heyrði það á honum. Hann var góð, sko. Góðan daginn. Nei, góðan daginn, hvað segir kettlan? Kérla fyrir fín. Nei, það ekki. Jú. Hress á miðvikudegi bara. Herru, veistu það, ég er alltaf hress. Bara svona, ég einskilega sagt af því Já. Ok. að ég er alltaf að hætta að vinna þegar ég feiki á FM 957. Yes. ok. Alltaf búið. Þeir vinni við akstur, Já. Já. en það er eitthvað þeim. Ég bara, þú veist, að þetta tæki, það bílar alltaf, þú veist, að þegar það er að taka bílinn, slökka á örygginu, Já. Já. taka rafmagnið af, Já. en svo feiki ég á bílnum mínum að þá er bara FM á. Já, maður með. Yes, Þá þannig eru þið í tækinu, pælið í því. Það er Ertu ekki búinn að þægilegt vinna alltaf klukkan 4? Já, 4-5. 4-5. Ég var rétt næg ykkur. Ok, glæsilegt. Hvað viltu heyra í karaoke-keppninni? Herðu, veistu það, ég er með óbáslegt lag, það heitir Nakin. Nakin. Nei, það er ekki hægt að setja íslensk. Sorry. Nú er það ekki hægt. Nei, karaoke-græjan leifir það ekki. Það er klúður. Já, það meinar. Herðu, More Than a Feeling. More than a feeling. Yes. More than a feeling. Það var þetta kom. More Than a Feeling með Boston. More than a feeling með Boston. Herru, takk aðeinslega þetta og takk fyrir að hlusta. Takk sömulegis. Ok, bye bye. Og takk fyrir að hlusta. Hún var eldhress þessi. Það er komin hellingur á lögum þetta. Nú veljum við úr þessu, Pétur. Nakin eins og þú. Það stýttist líka í hatkeppnina og já, blökkumennar panta sér hótelherbyggi og settvinni. Þetta er allt að gera. Það er þéttu þáttur í okkur í dag, það er bara þannig. Nú styttist í Evrópumótið í knattspyrnu. Fylgstu með EM-horninu á FM 957 þar sem Heiðar Austmann og Valtýr Björn munu spá í spilin og fara yfir stöðu mála á EM. Við munum gefa EM gullborð frá English Pub þar sem að sjálfsögðu allir leikir verða sýndir í beinni á risaskjám. EM-hornið á FM 957 er í boði English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. FM 957 kynnir Kótilettan 2012 Stálinn, Páll Óskar, Jón Jónsson, Blasuróka og fleiri Forsala í fullum gangi á Hlöllabátum Skeifunni og Selfossi og á kótilettan.is Tryggðu þér miða núna FM 95 blöð er í boði Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið
Ykkur hér á FM 957 þetta Svona sumarbráður yfir þessu þetta aðeins að út, strákarnir. Við stöndum aðeins út. Justin Timberlake Það er þá fljótt að gerast. Summertime. Summertime, það er vel viðeigandi en það bongo blíða. Já, ekki kannski bongo blíða. Þetta er miklu betra heldur en heiðskýrt maður. Það var sólin allt og heitt og miklu þægilegra viður. Ertu að fíla þetta betur? Já, mér finnst það miklu betra. Hann var ský og svona smá gólumar, aðeins bara annars stikna maður. Já, það styttist hér í, skal ég ykkur segja, karaoke-keppnina og ad-keppnina. Það er nóg að keppnum í dag. Já. Allt að gerast, en það er hins vegar komið að dagskrárlið sem er í miklu uppáldi við bæði mér og Pétri og heita sturlaða staðreyndir. Crazy, insane facts. Já, insane facts. Insane facts. Eins og þetta kallast á ensku. Já, hakkaði fyrir að leiðrétta þetta hjá mér. Og, já, ertu tilbúin í nokkrar sturlaða staðreyndir, Pétur? Ég vaknaði tilbúin í morgun. Það ekki? Jú. Alltaf ready. Leðum mér að heyra þetta. Já, þá byrjum við. Keyrðu þetta í gang. Já, keyrðu þetta í gang. Hér er fyrst... Keyrðu þetta. Hvað séru? Keyrðu þetta í gang. Ég er ready. Ok, 1, 2 Já, byrjum við. Fyrsta sturlaða staðreind dagsins. Harry Potter, að planka og Rihanna voru algengustu umræðefnin á Facebook 2011. Sturluð staðreind. Harry Potter að planka. Nei, bara Harry Potter og svo að planka. Að planka. Veist ekki hvað er að planka? Jú. Já, og svo Rihanna. Þetta voru algengustu umræðefnin á Facebook 2011. Plankið er svolítið dött í dag, sko. Plankið er búið. Já, Harry Potter líka, en Rihanna, hún er ennþá alveg vel í umræðinni, sko. Ok. Svo er það næsta sturlaða staðreind. Heimska er smitandi. Hún er smitandi. Já. Hlaut að vera. Það útskýrir ýmislegt. Þetta er bara frelsun fyrir mig. Í alvöru tala. Ég er með sitt með þér hérna. Já, veistu, þetta er svona sturluð staðreind sem ég hef aldrei átt að lesa í útvarpi því að þetta verður bara til þess að bæði vinnir og fjölskyldumeðlimir hætta bara að tala við mann. En hvernig smittast hún? Ég veit ekki, ég held hún sé ekkert bráðsmitandi, sko. Þetta sé að smita þetta í gegnum útvarp? Nei, ég held þetta, sveimi það kannski. Þetta ólki að hlusta að maður er alveg bara þrælstjúpid bara á því að hlusta á okkur. Það geti vel verið. Nei, ég held þetta að segja þú ert rosalega mikið í kringum eitthvað. Nei, ég veit það ekki. Geti smittast með munnvatni bara. Já, aldrei að vita. Hér kemur næsta Við getum sturlasta. prófað þetta. Hvort þetta smitist með munnvatni? Já, við getum prófað það núna. Ég er ferskur, sko. Látt ekki svona. Ha, Prófum það. Förum í prófa það eftir. Förum í blautan. Nei, ég er góður. Látt ekki svona. Ég er ferskur. Herru, hér er næsta sturlaða staðreind og hún er eina af mínum uppáls. Kýlum á það. Mörgæsir stunda vændi. Það sofa ekki á fyrir mat og steina. Þetta finnst mér gott. Já. Ég fílaði þetta. Þetta hlaut að koma upp á yfirborðið. Já. Það er stund af vændi. Ekkert alla mörgæsir. Nei, fyrir mat og grjót. Já, einhverjar. Herru, eitt af hverju 3 pörum hætta saman út af hrótum. Sturluð staðreind. Skrítið. Já, hrýtuð þú? Já, ég veit það. Jú, ég held það. Já, það verður þreytandi lengdar ef það eru háarhrótunar, þá kemur svona, meiri pirringur í sambandi, held ég. Það ekki? Ég held að sé samt svona mismunandi. Já. Fyrir eftir í hvort ég hrýti ef ég er eitthvað rosa þreyttur. Það er líka, sko, hún má ekki sofa allt og laust kærastæðin, sko. Nei, þá er það smá besen. Hún sefur náttúrulega í öðru herbyggi, sko, þannig að breytir ekki öll. Nei, þannig að þessna eru þið ennþá saman. Herru, svo er það hérna, fólk sem sefur lengur þolir áfengi betur, sturluð staðreind. Þetta var eiginlega svona, maður vissi þetta. Vissi þetta. Svo kemur hérna sturluð staðreind. Myndin Modern Times Forever er lengsta bíómynd allra tíma og er 10 sólarhringa löng. Eða 240 klukkutímar. Já, ég sé hann og mjög góð. Mæli með. Það getur náði hana bara hérna út á bónusvídeó. Já, þetta er mynd sem ég horfi alltaf á bara jólin. Já, þetta er þægilegt að þú ert í jólafríi. Það er æðislega mynd sem að horfa á yfir jólin. Hvaða vitleysingur gerir, sko, 10 sólarhringa langa bíómynd, maður? Hvernig er að horfa á það? Akkur svo neikvæður? Það nenni enginn að horfa á það, kannski einhverjum skömmtum bara. Já, ég meina, hefur ekki hort á Lord of the Rings í einhverju marathoni? Jú, en Svipa langt. Nei, það er þá 9 tímar og þú tekur þær allar. Já, hvað er þessi? Þetta eru 10 dagar. Já, var hún 10 dagar? Já. Nú, það er ekki séð hana. Nei. Já, ég held að þetta væri 10 tímar. Þú séð Modern Times Forever 2. Modern Times Forever, hvað heitir hún? Modern Times Forever. 10 dagar? Já. Hvað mér langar að sjá þessa mynd. Tekur smá tíma að horfa á hana. Herru, svo er það næsta sturlaða staðreind. Fuglar eru ekki með pissublöðru, hlandi kemur með kúknum. Já. Þetta vissi ég ekki. Það er bara að pissa og kúka á sama tíma? Já. Það er bara svona flæður allt í einu. Þetta eru hefnir, maður. Já, þægilegt, sko. Já. Svo er það hérna. Hárliti sem fela gráhár er stærri markaður í heiminum í dag heldur en megrunarvörur. Já, og svo er það síðasta sturlaða staðreind dagsins. Skjaldbökur geta andað með raskatinu.
Kannski ekki fínt að enda með því. Það er bara alveg eins og þú. Já, það er, já, ég get það stundum. Og ég. Þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins. Og Hér líka. rétt handa við opnið er karaoke-keppnin og fleira. Já, glænýtt lag hér á ferðinni með Haffa Haff. Nei, þetta er Calvin Harris. Þetta lag hefur verið að tröllilega öllum vinsældarlustum hér á Íslandi. Frábært lag. Þetta er Calvin Harris hérna með Let's Go. En alveg smá Haffi Haff í þessu, ég skal gefa það. Þetta er Haffi Haff. Já, ok. Þetta var Haffi Haff með Let's Go. Og Þetta var ekki Haffi Haff, þá var þetta einhver gaur að reyna að vera Haffi Haff. já, það er náttúrulega allir að reyna að stæla hann átt úti. Já. Það er að vita málin leið og Haffi Haff sló í gegn að menn myndir reyna að stæla hann hérna út kvimpin og kampin. Já, hlýtur að hafa verið ljóst frá uppæ. Þeir eru stilt á FM 95 blöð. Nei, jú. Já, vist með stilt á það. Já, mér fannst allt í einu sem ég væri bara eitthvað annars staðar. Já, og það er hins vegar komið að karaoke-keppni. Okkar Péturs, það er búið að velja lögin. Búið að velja lögin. Já, svona áður við förum í öt og annað og við ákváðum að taka hér lögin Fallin með Alicia Keys Já. og Simply the Best með Tina Turner. Þetta er svona, við erum að fara að feta í kvenmanns Já, fótspor. Já, í þessari karaoke-keppni. Ok, Ég er persónulega pínu stressaður. ég líka. Mitt lag er mjög erfitt. Á ég að byrja? Vilt þú byrja? Þú byrja. ræður. Ég byrjaði síðast. Ok, ég skal byrja núna þá, fyrst að þú byrjaði síðast. Herru, þá er það, já, ég ávist að taka hérna Fallin og ætla ég að reyna að gera mitt besta. Svo Flott lag. Pétur, já, þetta er flott lag þegar hún syngur það, sko. Ég held að það sé ekkert æðislegt þegar ég eyðilegg það eins og önnur lög hérna stundum að miðvikudaginn. Þú setur þinn blæ á þetta. Já, ok, ég ætla að setja þetta svolítið í minn búning, prófum þetta hérna. Þinn búning, einmitt. Ok, þá byrjum við þetta akkurat núna. I keep on falling in and out in, já, þetta er svona in. Þetta er miklu erfið að laga en ég held. Þetta er erfitt lag. Já, ég veit ekki, ég er líka hálf kvefaður. En þú gerðir þetta vel. Það er ekki nokkur afsökun hérna. Þetta var mitt framlag. Það er eins og er komið núna að Pétur Jóhanni að taka Tina Turner, Simply the Best. Og hann er mættur hérna til mín. Ertu Komin inn yfir? Já. Ertu með þetta bara? Já, þetta er tilbúið. Ert þú klár? Bítu, hvað? Byrjar þetta bara strax á texta? Nei, það fyrir ekki alveg strax. Ok. 2 og... You man on fire. Ok, sorry. You come to me. Þetta var satt ríkala vel gert. Nei, veistu að þú máttir halda áfram þarna. Þetta var svo vel gert hjá þér. Nei. Jú, þetta var stórkostlegt hjá þér. Ég var farin að bæta inn í texta, sko. Já, ég lokaði þetta er- augunum og ég lifði mig svo mikið inn í þetta. Þetta er eina af þínu bestu. Og þá bara bjóð ég til texta, þannig að ég byrst afsökunar á því ef það er einhver að núti Nei, það má allt í þessu. sem að þekki textan og það verður einhver hugsað með sér, nei, býtu, þetta er ekki textin maður, þetta er ekki rétt hjá honum. Það bara, ég byrst afsökunar. Þú gerðir þetta þínu. Ég gerði þetta mínu, það skiptir máli. Það má í ædolnu, sko. Þá er það fyrstur upp í 5 atkvæði og ég viðurkenni að ég opna fyrir símalínur hér skítrættur. FM 95 blöð. Ekki blöð. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Og daginn. Herru, ég held að Pétur sé með þetta, sko. Já, Nú er það. ég veist það, ég er ekki frá því. Hann er mjög góður söngur, hann Pétur. Hann söng þetta bara mjög vel, núna ánals grín, sko. Þetta rettaðist. Já, hann væri svo hátt upp, sko. Já, Það er ótrúlegur. Ég veit að stundum er ég að fíblast hérna í honum og segja hann sé góður að syngja Já. og þá er ég með svona kaldan en þetta var bara vel sungið á Já, strafn. þetta var Hann er með þetta drengur, hann ætti að fara just í óperu eða eitthvað, hann er rosalegur. Já, ég ætla að fara í óperuna. Takk fyrir þetta. Ringiði Kristján Jóhansson. Takk fyrir atkvæði. Staðan er 1-0 fyrir PSA. FM 95 blöð, hver var þitt atkvæði?
FM. Ég segi Öddi. Hanna, þekki ég þig. Fekk hann að vera viðleitni, held ég. Hvað, Öddi, þú ert alltaf að gera lítið úr sjálfu þér. Síðan færðu þetta bara, og þetta var ekki pitti atkvæði. Varst að gera þetta að því úr vorkennir honum? Nei, mér fannst það bara að syngja mig. Já, hvað með það? Já, þá þakkaði fyrir það. Þetta það sem ég er búin að vera að segja allan tíman Hvað heitir þú? Alma. Alma? Já. Hvort sá hann Amma eða Alma? Alma. Getur þetta aðbyrst Amma mín, hún myndir nú ekki að það mig. Hún sagði Alma. Takk hjálpa fyrir þetta, Alma. Já, lífið. Já, þú ert góð sál. Bæ. Já, kannski var hún bara, hvað? Ég veit klúðruð um þig, við höfum að spyrja hvað hún er gömul og svona. Já, bara stefnumót. Alma, FM ætla ég að segja. Blö. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, það er Pétur með þetta. Já. Ef það byrja strax lærra, sko, þá hefur gert það. Ég veit það, sko, það sem að háa mér ég er svo lélegur að velja tónhæð og ræð við mjög fáar. Já, ef þú hefur tekið þetta niður, þá hefur rústað þessu. Ég ætla að rappa næst. Ég nefnilega, veistu, þegar hann var að æfa sig hérna, áður en að við byrjuðum að gera þetta, þá gerður þetta rétt. Skárra allavega. Þegar þú varst að æfa þig. Já, það var skárra. Nei, það var ekki rétt, Pétur. Jú, þá byrjaði eins og hann er að segja, í lægri tegund. Já, reyndar, hann lægri tóntegund. Herru, takk hjálpa fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir. Herru, staðan er 2-1 fyrir Pésa. FM 9 fyrir bullandi spenna í þessu. Ok, hvað er þitt atkvæði? Það er Pétur. Það er Pétur. Ná, ok, það er spenna í þessu samt. Takkaði kærlega fyrir atkvæði. Það er lítið. Takk fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir ekkert. FM 9 blökk, er það þitt atkvæði? Já, ég kýst Pétur. Pétur, já. Takkaði kærlega fyrir. Hvað var það sem þér fannst Auðun Blöndal flottur samt? Hvað segir þau? Auðun Blöndal gerði þetta vel. Já, þetta var svona ágætt hjá honum. Þetta var ágætt, sko. Þetta var ekki sannfærandi. Jú, mér fannst þetta mjög sannfærandi yfir. Þetta minna hjá henni. Þetta var svona, hún hljómaði svona eins og móðir mér þegar einhver var að spyrja hana þegar ég var yngri hvort þegar ég væri sonur hennar. Já, ætli það ekki. Þetta var svona ekki sannfærandi, en herðu, takk hjálpa að ringja. Takk fyrir. Ok, staðan er 4-1 fyrir Pésa. Ég þakka Ölmu kjallaði fyrir mitt atkvæði. Nei, þú fær býttu aðeins. Hver var þitt atkvæði? Herru, það er klálega Pétur. Það er klálega Pétur, ég vissi það. Sko, málið er Pétur. Já, takk fyrir þetta. Nú erum við búin að fara í svo marga karaoke-keppnir. Halló, er hann farinn? Nei, hann er þetta. Ég veit hvenær ég á sensið og hvenær ekki. En þetta var samt mjög vel gert. Já, þetta var mjög vel gert. En Pétur, hann er bara betur sem ykkur, hann er bara staðrænt. Ég veit það, því þegar ég á sensið hann þegar ég fæ lag sem henda mér rosalega vel. Já. En takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja líka. Takk fyrir atkvæðið. Þetta fór 5-1 en Alma, þú ætti að hlusta, takk aðeinslega. Við finnum þetta á kottan í kvöld, það er bara þannig. Alma, þú getur líka bara ringt aftur og tjekka á blöðum með það, hann er ekki að gera neitt í kvöld. Ég ásand séns í þig í atkættunættir. Þá ætla ég að gera mitt allra besta og þá er ekki söngur. Og þá er aftur í höndum hlustandi að velja hvort atið er betra. Við fá hér örstutt skilabóð og fara svo í smá atkætni. FM 957 kynir bestu útjátíðina. Helgin 5. til 8. júní 2012. Gaddstaðaflatir við Hellu. 200.000 naglbítar. Sigur, Páll Óskar, Blár Ópal, Úlfur, Retro Stefson, Ingo og Veðguður. Á móti sól, Skítamórat og fleiri. Miðasalegri guttugangi á bestaútjátíðin.is. 1909.is 1909 Samfilm kynir, hún myndar klíkur, brýtur reglunar og svipar til móður sinnar. Bráðskemmtileg rómantísk gamamynd með Miley Cyrus og Demi Moore. LOL, frumsýnd 8. júní í Sambíónum. Skelltuður í ásut og vertu alltaf með. Sama hvernig viðrar, hún stefnir 7-faldur lottopottur í 70 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Á Dominos.is getur þú fylgst með pítsunni þinni og séð nákvæmlega hvað hún er stödd í rauntíma. Þetta köllum við pizzavaktina. Pantað á Dominos.is. FM 95 blöð. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Á FM 957. Erum við að heilsa? Já, við bara hæ. Já, hæ. Hæ. Hola, amigo. Það hefur komið tími á nýjan dagskrárlið. Pétur Jóhann, hann hefur gríðarlega gaman að leika svona bandarískan töffara. Jó, men úsa på det, men. Nei. Og við ætlum að prófa. Þetta er bara blökkumadur. Já. Jó, men. Þetta blökkumadur.
bannað að segja það? Nei, ég veit það ekki. Nei, hvað á maður að segja? Nei, þú veist, það er ekkert allir, tala ekkert allir blokkum en svona. Nei, ég segi svona. Ég var bara að djóka maður. Það er hérna... Nú maður stimplaður eitthvað. Já, nú ertu stimplaður sem rassisti. Það má ekkert segja lengur, það er alveg ótrúlegt. Ég get alveg lofað ykkur því að við Pétur Jóhann, við elskum allt fólk, er alveg sama hvernig það er á hörund. Bara þetta segir til það að við elskum alla. Nákvæmlega. Er þú í landkynningu? Ferðavefur hjá Æslandi á .is. Hvaða gistiheimili á ég að ringja henni? Hvernig væri gistiheimili Bláklukka? Og þú tekur þennan svaðalega töffara sem er að reyna að panta sér herbyggi. Ertu til? Svo ég skal gera það líka, ef þetta verður skemmtilegt. Já, þetta kom aðeins. Ok, má sjá. Býtu, ég veit ekki hvað ég á að heita maður. Það finnstu það bara hérna, ég byrjar að ringja. Já, ok. Bláklukka er með hérna... Það skýtur ekki máli með. Já, það er bara gemsanúmer, þetta er ekkert rosalegt gistiheimili greinlega. Já, Bláklukka, góðan daginn. Yo, man, I would like to book a room, man. What's up with that? Yo, man, can you hear me? Hello? Hello? Yeah, you speaking English? Yes, I do. Yeah, I would like to book a room, man. What's up with that, man? Oh, yeah, but we don't have any room today. No, not today, in 2 weeks. 2 weeks, 2.5 weeks, man. Yeah, we're coming too. You have 2 rooms. And a swimming pool or something. What's up with that, man? Can you hear me? Hello? Það er einhver rasismi í gangi á þessu, já, Bláklukku þetta. Nei, hún fatta heldur. Hún fatta að þetta væri ég eða við eitthvað. Þetta er gott sátt maður. Nei. Jó, þetta er flott. Er þetta gott? Bara að segja eitthvað, yo man, what's up with that? Yo man, what's up with that, man? You guys got a room for me and my friend? Já, seg þú eitthvað svona. Það prófa hérna Eldborg. Rosa hressir útlendingarna bandama. Það er að koma svo mikið á útlendingu til Íslands. Það er eins gott síðan tilbúin fyrir svona. Yeah, hello, how are you guys doing over there? Very good, how are you? I'm very good. I was thinking about booking a room. You guys got room for me and my pals over here? Yeah, what kind of a room? Where are you calling from? I'm calling here from Iceland, but I just lost my room. I need a new room, man. Okay. You guys fully booked over the weekend? What's up with that? Yes. You fully booked this fucking weekend? Hello, sir. Thank you very much for your call. You guys don't have a room this weekend for me and my friend? Thank you very much for your call. What? What do you think? What you say? Thank you very much for your call. You guys fully booked, or? Yes. Tack. Not this weekend, though, are you? Yes. Thank you very much for your call. What about Sunday? How you guys doing Sunday? Það er ekkert hægt að bóka herbyggi hérna, maður. Herðu, sá bara, hann vildi bara koma með, ég reynda að segja F-orðið, sem var alveg óþarfi. Já, það má ekki. Eftir ég let það flakka, þá bara, það var eins og að maður að reyna bara að skella á pestina sjálf maður. Sagði ég ekki hitt? Sagði ég ekki maður? Nei, sagði það. Sagði ég ekki maður? Ég veit ekki, viltu, hvað sé, tökum eitt gistiheimili viðbót. Sáum hvað sé bara allir hætti við þetta. Þú talar? Nei, þú tekur það. Já, kom að þér. Yo man, you have a room for... Nei. Sorry. Akranesi hérna, gistiheimili Akranesi. Ok, ertu til? Já. Hello? Yo man, what's up? Johanna. Hello? Hello? Yo man, what's up? Can I book a room for the weekend? Yes, who are you? I'm calling from a hotel in Reykjavik. We are 4 guys and we need the room for the weekend. What's up with that? Okay. Yeah, man, yeah. We're 4 guys. Separate rooms. Do you have a jacuzzi over there? Yes. You have a jacuzzi? That's cool, man, yeah. So, can you hook me up with a room, man? 4 rooms. 4 bedrooms. Mini bars and all that. Okay, Yeah, man, what's up with that? just a minute. Yeah, no problem. Waiting on you, girl. Hello? What you doing over there? Skerðu. Það er bara að fá það staðfest að við erum ekki að fara að fá herbyggið þessir kanar hérna. En ég minna, það var í blöðunum bara í vikunni. Það er gríðarlegt magna útlendingum að koma hérna. Já. Hvað ætlum við að gera? Bara leggja á það? Það má, sko, sumir tala bara svona.
Sumir útlendingar tala svo. Já, það er bara, sko, gistiheimilinn á Íslandi. Það er bara aðeins að bæta sig. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It Gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Hér með Jay-Z og Kanye West rándíslag hérna á ferðinni. Heldur betur. Og þið eru að hlusta á þáttinn FM 95 Blö. Hér á FM 957 hérna reyndum við að bóka herbyggi sem útlendingar hérna áðan og byggðust afsökunar á ónæðinu. Ég er hann æstur. Mér langar að ringa eitthvað meira, einhverja bölvaða vitleysu. Ertu komin í símastuð? Já, ég er komin í símastuð. Ok, við ætlum að fara hérna á eftir í, sko, við eigum eftir náttúrulega atkeppnin okkar. En það er náttúrulega, það er svolítið líkt í að fara í atkeppninu núna. Ef að game atkeppnin, viltu fara í sællvinnur eða? Já. Hvernig var það aftur? Við tókum það síðast í staðan fyrir að segja Sællvinna. Já, sællvinnur. Sællvinna. Sællvinnur, sællsnjófinnur. Þetta er bara allt eitthvað svona vinnur, finnur. Ég er til í það. Ok. Ringjum eitthvað og gerum það. Ok, tökum eitt símtal það bara núna, svona saman. Já. Þannig að ég finn eitthvað hérna núna, til að syngja. Sællvinna. Eitthvað staðar út á landi. Þórgunna. Finn eitthvað hérna út á landi. Og í staðan fyrir að ringi 2, bara leikum okkur saman að þessu. Já. Hvernig líst þér á það? Mér líst vel á það. Herru, þá ætlum ég að halda áfram í gistiheimilinu. Þetta er eins og bara, þetta hljómar eins og músík í mín eyru. Við erum svolítið að bögga gistiheimilinu núna. Já, þú maður ráða þessu. Ok, við ætlum að finna hérna eitthvað. Ég er bara leir hér í höndunum á þér. Maður er alltaf hressandi að hringja eitthvað út á land og sjá, hérna ætti ég að vera að koma með eitthvað gistiheimilinu. Maður ætla að hringja hérna og prófum að fara hérna í sællvinnur. Hörru, maður sjá, hvað er númerið hérna? Er þetta? Sælir. Sællvinnur. Hótel Danieli Rós. Sællvinnur. Sællvinnur. Sorry. Snæfinnur. Þórgunna. Sællvinnur. Hello. Denguma. Sællvinnur. Sællvinnur. This is Hotel Aldan in Seyðisfjörður. Sællvinnur. Stengrimur. Stengrimur. Sællvinnur. Þórgunna. Þórgunnur. No, sorry, I can't understand you. Snæfinnur. Þórfinnur. Sorry. Þórgunnur. No, there's no Þórgunnur here. Snæfinnur. No. Guðmundur. Sællvinnur. Friðfinnur. Snæfinnur. Hello. Sællvinnur. Þórgunnur. No, there's no one by this name here. Snæfinnur. Sællvinnur. Sællvinnur. Þórgunnur. Snæfinnur. Dengumur. Guðmundur. Sællvinnur. Sorry, how can I help you? Glaukaþvottur. Sorry, Sællvinnur. there's no sniper here. Sællvinnur. 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 Hello. Sællvinnur. Snæfinnur. How can I help you? Sællvinnur. Dengumur. Sællvinnur. Sællvinnur. Dengumur. Þórgunur og Snæfinnur. Sællvinnur. Halló. Sællvinnur. 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 Snæfinnur. Snæfinnur, Þórgunnur. Er ekki þessi það? Stengrimur. Afsaka þetta villast númer. Ekki fyndið, sko. Ok, bye. Bye. Já, herru, hún var alveg pottitt á því við verðum bara útlendingar. Það var vístvöndin. Já, fannst þetta alltaf Sællvinnur. Já, henni fannst, hún var náttúrulega ekkert búin að heyra símtalið. Nei. Hún sagði bara að þetta var ekki fyndið á hans að heyra hvað var búið að vera að gerast þarna. Það sko ringja aftur og, nei. Við skulum láta það eiga sig bara þarna. Hún held að við verum útlendingar. Já, hún var alveg pottitt á því að þetta var svona einninu. Yes, sir. How can I help you? There's nobody with that name here. Já. En veist, hvaða útlendingur getur sagt Snæfinnur, Sællvinnur, Gluggaþvottur. Þórgunnur. En þetta var hressandi. Við skulum fá... Hér framöndan lifandi músík. Lifandi music. Vel orðað, Pétur. Ekki? Já. Við skulum hljómsveit þetta er. The Jimmys and the Giannis. Það er rétt. Monsters and Men hér með King and Lionheart. Hugulegt lag þarna á ferð. Þið eru hér að hlusta á FM 95 Blö og já, Pétur, það er alltaf verið að byrta eitthvað svona þvælu hérna á FM preppinu. Sem var ég búinn að segja frá nýjustu könninni How to be a perfect man. Nei. Viltu, það er náttúrulega, þetta er ekki eitthvað sem maður getur gert af því að sumt af þessu náttúrulega ræðum maður bara ekkert við, sko. En hér er verið að lýsa, þetta var eitthvað 10.000 mannakönnun eða konur, þar sem að voru svona að útskýra hvernig drauma maðurinn liti út eða hvernig hann væri. Og viltu að heyra þetta? Já, hendilega. Hörðu, hann á að vera 1.80, að sem sagt lágmark 1.80. Við náum því hvorugur félagarnir.
Já, það var þetta bara þvæla. Einu sem nær því í þessum þætti Hjöbbi og jú, ekki Björn Bragi, er hann ekki 1.80? Jú, örugglega. Já, allavega, við náum því ekki, en hann á að vera 1.80 allavega. Já. Hann á að vera muscle very toned, hann á að vera svona massaður. Já, þú nær því. Íþróttamannslegur, með brún augu, þar kemur þú inn. Nei, ég er með blágrá. Já, en ég meina íþróttamannslega vaxinn, það þú. Já, þú nær brún augunum. Já, frábært. Hann var með stutt, short dark hair, stutt dögt hár. Við erum með það. Nei, ég er með ekkert, þú ert með stutt dögt hár. Þú færði alveg svona draugað hári. Ég get alveg lofaði því. Nú er ég ekkert að grenja hérna. Það er ekki ein kona í þessari könnun sem sagði að maðurinn sem ætti að vera sköllóttur. Það er alveg staðfest. Ég get lofaði því. Hvað vitleysir þetta? Já, það er svona frekar að læra að lifa með því, sko. Það er hérna. Og svo á hann að vera með smooth chest, eða svona, smooth mjúka bringu. Já. Hann á að vera vel rakaður. Með gott tískusens. Já, klárt. Tilbúinn á 17 mínútum eða minna. Tilbúinn á 17 mínútum eða minna. Já. Klæðist gallabuxum og V-neck sweaters eða svona vaff-hálsmáls peysum. Þú ert í vaff-hálsmáli. Ból. Já, í ból. Já, það helst ekki með. Þú nærst slatta þarna. Ég með allt. Hann á ekki að reykja. Nei, tekk. Já, hann vil freka bjór heldur en sterkt áfengi. Já. Étur kjöt. Já. Mikið af því. Svo hérna kemur hobbies. Hérna byrjar þetta, hann fara á loves shopping. Elska að vestla. Ég elska það. Nei, það gerir engin alvöru kallmaður það. Elskar engin alvöru kallmaður að vestla. Já, það er nokkuð. Það var okkur slega gaman. Horfur á amerískan fótbolta. Kann að synda, þar deg ég. Elskar að fara í hjólreiðatúr. Kann að skipta dekk. Heldur betur. Með bílpróf. Já. Og elskar dramaþætti og raunveruleika þætti. Dramaþætti. Það er basically verið að lýsa eftir manni þarna. Lýsa mér. Sem vill aðra kallmenn, það er bara þannig. Nei, hvað vill þessi þetta? Þetta er helmingurinn að þessu er mjög steikt. Ég er löðurandi kallmennska. Já. Akkur hlæði það því. Ég er með mjúka bringu, brúna augu. Eina sem vantar upp á þarna hjá mér er 1.80. Já. Sem er nú bara aukaatriði. Þú ert samt án grínsela með allt. Ertu með gott fashion sense? Heldur betur með. Sér ekki hvernig kallinn klæddur það? Þú ert í svona bleik appelsínugulum vaff-hálsmálsból. Þær vilja vaff-hálsmál. Já. Ógeðlega flott. Og svo er ég bara í strigaskóm hérna maður og sokkum og buxum. Elskar að vestla, en þú horfir ekki á fótbolta. Þú ert ekki góður að synda, eða? Ég er mjög góður sundmaður. Eða? Já. Ég er síkalur sundmaður. Já, það er eina keppni sem ég vann því þegar við vorum í 70 mínútum með strákunum. Það var í sundi. Já, reyndar. En sko, ég næ eiginlega engu þarna. Jú, ég horf á fótbolta og með bílpróf, frábært. Ég lít þannig á máli að ég uppfylli þetta allt saman og er þar alveg að þinn fullkomni maður og hæðin, hún er bara leikur að tölum maður. Það er hárrétt hér, styttist hér í keppnina hjá okkur strákonum og lagið á leiðinni heim, en förum hér í örstuð skilabón. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sinalco og Góu. FM 957 verður á faraldsfæti í allt sumar og heimsækir nokkra velvalda staði. Næstu helgi verður við á Kótalettunni á Selfossi. FM í beinni, leikir, skemmtun, grillveisla og fullt af Sinalco og Góu namni. Vertu með í Sumarfjör FM í sumar og taktu þátt í gleðinni. FM 957, Sinalco og Góa. Frábær þrenna í allt sumar. Svakalega mann og feskur í sumurinu. Sinalco, sumar í flösku. FM 957 kynir Ballerína Kex-leikinn. Ballerína Kex heldur út í skemmtilegan leik á facebook.com/ballerínakeks og þú sendir inn myndskeið af þér reyna við ballerínu þrautina og þú átt möguleika á að vinna 100.000 kall í beinhörðum peningum. Klikkaðir aukavinningar í hverri viku ásamt því að allir sem taka þátt fá fullt af Ballerína Kexi. Farðu strax inn á Facebook síðu Ballerína Kex og kynntu þið málið. Fylgstu með á FM 957 og við munum velja skemmtilegustu myndskeiðin í hverri viku. FM 957 og Ballerína Kex. Uno, heimagert ravioli, rigatoni og linguini, ljúffengar, bruschettur og antipasti. Vertu velkomin, opið alla daga og öll kvöld. Uno Hafnarstræti. St. Louis er engin venjulegur borgari. St. Louis er baconborgarinn á Grill 66. Ef þú biður eitt svoleiðis, þá vitum við að þú ert sælgeri sem vil hafa bragð af matnum. Þú finnur Grill 66 á völdum ólistöðum. Grill 66 er betra grill við veginn. Hvað mun koma mest á óvart á EM í sumar? Missir Rúni hárið aftur, þá Portugalir að spila fyrir ofan.
Segðu þína skoðun á Facebook-síðu Carlsberg undir What's Going On. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is. Á hópkaup.is þessa viku. Bíladagar. Ótrúleg tilboð í gangi. Hópkaup í krafti fjöldans. Vilt þú eiga möguleika á að eignast þín eigin Lazy Spa heitabátt? Taktu þá þátt í sumarleik Lazy. Allar upplýsingar á lazy.nu. Kveðja, Lazy Snack. FM 95 blöð. Á FM 95. Blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að dagskrálið sem er stundum hjá okkur Sveppa, stundum hjá okkur Pétri, við svona svissum þessu svolítið. Já. Þetta er atkefnin mikla. Já. Og já, oftast förum við nú bara hérna í, skal ykkur segja, skjáauðlýsingar eða hérna smáauðlýsingar í blöðunum. Já. En núna datt okkur í hug að við myndum báðu bara að ringja í sama fyrirtæki. Já, sama fyrirtæki? Nei, sem sagt fyrirtæki sem gerir það sama. Já, ég skilði. Og það er skiltagerð. Og við ætlum að keppa í hvor okkar gerir betra í einhverju svona skilta fyrirtæki. Já. Ok, ég er að spá í... Láta útbúa skilti fyrir sig. Já, og svona að reyna að plata. Eina sem ég er pínur hræddur ég er með smá hugmynd sem ég er að spá að henda hérna í, sko. Ég er pínur hræddur að sé of gróft og að fatti strax og þá náttúrulega tapaði keppninni. En ég er samt, sko, ég held að ef ég næði... Þá gæti orðið mjög gott, sko. Þá er þetta góðsagnakent. Nei, ég segi nú ekki góðsagnakent, en þar sem að ég er nú að gambling með hann, þá ætlum ég að láta vaða á þetta. Ég skal, og ég að byrja. Þú mátt byrja með hann. Þá getur þú hugsað þitt aðeins lengur, hvað þú vilt leggja það með? Já. Já, þeir eru með stilt á FM 95 blöð hér á FM 957. Svo þess að þetta talar heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Skiltagerðin. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég ætla að aðtóa, eru þið með svona skilti í mista tækifæri? Já, við erum með það. Það ekki? Jú. Hérna, hvernig er eitthvað reglur í þessu hjá okkur eða? Reglur? Já. Hvað er það spá í? Ég er nýskilin. Er nýskilin? Já, og hún var að taka hérna saman við annan mann hérna, hún fyrirhandi kærasta mín og ég var að spá að henda á hann einhverju skilti. Já, láttu þeirra, hvað viltu láta standa á því? Já, hversu gróft má það vera? Mættu við henda og setja hammingisum núna að tössa þinn? Við erum til í svona grín, sko. Það ekki? Ok, hvað kostar svona skilti? Hvað er þetta spáði stór? Hvað, ég meina bara eins og stoppskilti? Eða svona umferðarskilti? Þetta er ykkur ákvæmt hóða. Ég þá náttúrulega eftir að keyra til ykkur, ég er hérna Siglufirði, er þetta ekki Ólafsfirði? Jú. Já, ég veit ekki hvað er það rukka fyrir svona. Það fer svolítið eftir hvað þú vilt fá þetta. Þú getur gert þetta mjög lítið peninga í þessum sem þú vilt fá þetta á 6. Já, fá þetta á 6 bara? Já. Já, flott maður. Ég ætla nú ekki að reyða og meiri peningi þessa bygglu, það er nokkuð ljóst. Er hún að hafa svolítið mikið á þér eða? Nei, hún er bara að byrja hérna með öðrum vitleysing. Þá er það bara vonu að setja sátt núna á tössaðinn með svörtum tús á rauðum fleti. Rauðum, Það er ekki að hafa hérna upprópunamerki hérna núna. Upprópunamerki. Smelti 3. Nefnilega 3 þar. Já. Herru, ekki máli. Takk hjá það. Ok. Bye. Þá er mitt komið. Þú verður að ringja sig. Já, ég er að láta að vita. Svo hann sé ekki að fara að gera þetta skilti. En það er greinilega allt akt að það hefur skilt að gera Norðurlands. Heldur betur maður, ég veit ekki hvað ég á að byggja. Ánægður með þessa stráka. Já. En áður en ég ringi þá þurfum við að finna hérna eitt fyrir þig. Má sjá. Já, þú verður að finna eitthvað fyrir mig. Skilt að gerð, má sjá. Ógúst, góðan daginn. Halló, góðan daginn. Já. Þú verður hjá þér á skiltum. Við vantar eitt skilti. Já. Og svona þarf að vera vasselt og geta staðið út í garði. Er þið ekki með þetta svona vasselt? Jú. Sem að sko þolir vind og rigningu og allt það. Já. Já, það þarf að vera svona áberandi meter sinni tveir kannski. Þannig að það sjáist vel, ég hefði viljað hafa þetta svona, er þetta ekki svona pappi í þessu? Það eru bara marga tegundir, við getum ál eða... Já, það er nú kannski óþar að sé ál, þessi léttu, þannig að sé auðvelt að færa það. Er þið ekki með það? Jú. Hvað kostar svona skiltið þér? Það er alveg bara frá 6.500. Já, það er flott. Sko, áleitrunni þarf að vera svona bara hvítur bakgrunnur og svartir stafir. Já.
Og því að það er bölvaður ágangur hérna á garðinu hjá mér og ég er með sko verðlaunagarð og það eru krakkar hér endalaust að slæpast. Já. Og halda þetta sé bara einhver leikvöllur og ég hefði viljað hafa þetta bara, hérna, ertu með einhverja góða hugmyndaði sem að væri hægt að skrifa? Bara... Bara börn eru bönnuð hér. Engin börn. Eitthvað svona bannskilti er eitthvað standard. Börn bönnuð hér. Óviðkomandi... Já, nei, öll börn eru bönnuð hér. Ok. Já, það er... Hunskist í burtu. Kannski fyrir neðan bara. Það er allt hægt. Já, má ég heyra það frá þér, hvernig þetta hljómar þá? Má ég heyra það, hvernig það hljómar? Börn hunskist í burtu? Nei, öll börn eru bönnuð hér. Hunskist í burtu. Ok. Öll börn eru bönnuð hér, hunskist í burtu. Og hvað myndi svona kosta? Bara 16.500 kall. Hvernig verður það tilbúið? Það er bara... Ég veit það ekki. Börn eru bönnuð hér. Ég ætlum bara að sjá hvað verkefni eru. Heldur hún áður svo fyrir föstudaginn? Já. Eftir hádegi bara. Það er flott, eftir hádegið. Og þetta verður bara stakritt. Og hvað það er eftir að textin ætti að vera? Öll börn eru bönnuð hér, hunskist í burtu. Ok. Herðu það gæði fyrir? Ok. Já. Já, þetta er hressandi. Öll börn, sko, bara þú vilt engin börn í garðin. Nei. Þú vilt ekki sjá þig. Heyrðu, þegar maður er undir pressu, sko, þá verður maður að búa þetta til bara í kvelli, sko. Ég veit að þetta gerist svolítið hratt, sko. Já. Maður verður að hugsa hratt þegar maður er með blöð. Já, ég hefði átt að láta hann líka lesa upp mitt skilti svona, ég hefði kannski bara fara aðeins penna í orðin. Hérna... Já, ég veit það ekki. En þetta var atkefnin og nú er það bara 5-11-09-57 og það er ekki sömu reglur og í karaoke-keppnina, það er fyrstur upp í 3 atkvæði hér. Fyrstur upp í 3? Já, þannig er það í atkefninni. Nú er ég stressað maður, ég fann að svitna í lónum. Opnum hér, hvort aðið fannst þér skára, kæru hlustandi? Það er klárlega Pétur Jóhann. Hvað er að þér maður, akkur? Einhver garð. Bönnu hér. Já, viltu ekki sjá bönn? Þú hefði mér þess að geta fyrir... sko. Þú hefði geta fyrir meira út í veluna garðiðinn. Já. Bara þessi alltaf verið að rústa þessu og... Öll bönn eru bönnuð hér. Já, en herru, Pétur kom með atkvæði, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Herru, staðan er 1-0, FM 95 blöð, hvort hafið þú meira gaman að hvora atinu? Klálega Pétur. Klálega Pétur. Jöfnir svo glerir þetta maður. Já, það hefur verið að rúlla mér upp. Ég leiði illa með hann að ég var að hlusta á það. Mér fannst þetta svo ljótt. Nei, þitt var í rauninni, sko... Ég er bara ekki að vera Þitt var saklausara. Er það? Já, það er ekki að sveið með það. Já, þetta var með dónalegt. Já, mitt var aðeins og dónalegt þetta með konu. Ég fann það þegar ég sagði það, sko. En ég gæti náttúrulega ekki hætt við það. Ég var farin að sjá þig fyrir mér fyrir utan húsiðinnan með þetta skýrt. Það hefur svo verið alltaf alveg mál. Nú sétt sátt núna til það. Já, herri, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Ok, herri, staðan er 2-0. PSV getur tryggt sig 3-0 sigur hér, FM 95 blöð. Það er uppi, ok. Þarna fekk ég eitt. Er þetta Alma eða? Jú. Nei! Alma, hvað ertu gömul? Ég er 15. Ertu 15? Já, það er leitt, takk jæglega. Ok, bye. Það er staðan er 2-9 blöð mannin. Þitt atkvæðin. Hæ, Pétur, já. Þú lappar hér út bara með fullt fang á sigurum, Pétur. Þakkaði kærlega fyrir þetta. Það var ekkert. Ertu ekki feskur enn að miðvikudaginn samt? Jú. Nei, ekki, hvað er verið að brasa? Hvað er verið að brasa? Það er bara að vinna. Já, hvað er að vinna? Ég er að vinna í Rækjumiðstöð, Kampi. Ok. Rækjumi, hvar er hún staðsett? Ísafirði. Ísafirði? Já, við sendum kvæður á Ísafirði, ég heyrði í fólki hérna fyrir aftan þig. Já, það byrjum að helsa öllum. Takk fyrir. Já, stemning að það baka um maður. Þetta er bara eins og ég sigga hlöð. Já, ég er bara mjög langur í rækjur. Það eru takk hjálpa reyða. Já, það er gett. Ok, takk bæn. Jæja, Pétur, til hamingju með þennan. Maður sjá því, ég held, þú veist. FM, hver er það fengið þitt atkvæði? Þetta var gott hjá hann og Pétri. Já. En mér fannst að það er svona, ég gæti alveg tóka manni upp á þetta. Já, meiri líkur? Já, meiri líkur, þannig að auðvitað hefði fengið mitt. Já, ok, ég fíl eitt svona piti í lókin. Þetta var ekkert piti. Hann færði rök fyrir sínu atkvæði maður. Já, reyndar, hann gerði það. En við þökkum öllum fyrir að ringja sem og hlusta. Það er eins og komið að einu af mínu uppáhaldslögum með M&M. Það heitir Spacebound í
FM 95 blöð, beint á móti með situr knattspyrnu spekingurinn Pétur Jóhann Sigfússon. Nú styttist í Evrópumótið. Pétur, hvernig líst þér á þetta allt saman? Evrópumótið, já, mér líst vel á það. Já. Það er bara að byrja helgina. Það er hárrétt hjá þér. Ekki? Það byrjar á föstudaginn. Það byrjar á föstudaginn? Já. Hvað hefur líklegt til afreka að þínu mati? Opnunarleikurinn náttúrulega verður flottur. Já. Það eru tjekkarnir að spila á móti Grikkjum eða ekki? Já. Nei, Grikkir að spila á móti hverjum. Þetta var eitthvað að vera kvart yfir í að opnunarleikurinn var ekki nógu sterkur. Já, það er rosalega leikir á laugardaginn. Þá er Portugal, Þýskaland og Holland eitthvað. Þá situr maður limdur, sem er hressandi, sko. Mun meiri spennandi leikir á laugardaginn en föstudaginn segðu mér annað, Pissi, af því að nú er ég mjög spenntur fyrir þetta mótið að byrja. Já. Er þetta eitthvað sem þú fylgist með? Já, ég kem örgulega til með að horfa eitthvað á þetta, já. Já, ok. Ég skal viðurkenna það, ég hef nú ekkert verið mikið að fylgjast með þessu sparki, sko. Nei. Ég veist það gaman að detti í svona einn leik hér og þar, sko. Þú veist, meistaradeildin núna undir lokin, þú veist, var ágætt. Já, ég held að það sé rosalega margir sem að kannski ekkit endilega hafa neitt gríðalega náhuga fótbolta sem horfa samt á bæði Evrópukeppnina og heimsmeistarakeppnina fótbolta. Já, það er bara gaman að því, sko. Og hvað er þitt lið? Já, bara náttúrulega hefur verið í mörg ár bara þýskararnir, sko. Þýska stálið? Þýska stálið. Það er nú alveg sjaldgæft að einhver nái að vinna á því. Ég var búinn að gleyma því mér að ég hef heyrt þetta áður hjá þér. Já. Þegar var menn svona fríkað úti í Hollandi, þá... Já, ég gerði þig alveg brjálaðan. Barður þú svolítið á þessu? Já, þá var opnunuleikurinn með Þýskaland. Já, voru þeir að spila þarna... Var ekki við einhverja sem að þú... Var ekki englendingar bara? Þeir unnu náttúrulega englendingum daginn þegar Frank Lampard skaut í sláin inn og fengu það ekki dæmt, en þá voru við ekki í Hollandi. Það var heimsmeistarakeppnin sem að það var. Já, alveg rétt. En... Þú ert að halda með þjóðfrón? Nei, ég held ekkert, þú veist, ég veit ekki, Spánverjar finnst mér líka. Já, skemmtilega, ég held alltaf með englendingum. Já. Það er bara einhvað sem ég fengi í gegnum pappa minn. Hann heldur alltaf með Englandi. Já. Og ég held að svo hef ég pínu töga til Portugala. Það er Cristiano Ronaldo og Nani og fleiri snillingar. Já. Það verður svona mín lið. En hvað er Torres? Hann er á Spáni? Já, hann er Spánveri. Torres er á Spáni, já. Já. Það er vonandi fyrir hann að hann rífið svona upp á þessu móti. Hann er ekki verið að spila vel á þessu tímabili með Chelsea. En Ítalir, eru þeir ekki sterkir? Jú, þeir eru með ágætis lið, sko. Oft verið sterkari. Já, þeir hafa verið sterkari. Já, en alltaf hættulegir. Roberto Baggio náttúrulega ekki með. Nei, hann er meiddur. Hann er meiddur, já. Já, og Franco Baresi, hann var að snúa sér öskla, þannig að hann kemst ekki heldur. Svaka blóðtaka í þeim. Já, en það er náttúrulega sterkt fyrir að vera með Valter Senga í markinu, þannig að það var að gera helling fyrir það. Viktor Valdes, er hann spænskur? Já, hann er spænskur. En hann kemst ekki liða því að Casillas lokar spænska markinu þar. Er Casillas í markið þar? Já. Já, hann er betri. Já, hann er betri. Ég held að Casillas er besti markverður heims, eða svona einn aðeins. Nó. Já, pottið einna, ég hef örgulega einn af svona 2-3 bestu í heimi. Já. Myndi ég halda. En það er, veistu hvað, því að þú ert búin að vinna hérna bæði atkefnina og karaoke-keppnina. Já. Þá ætla ég að leyfa þér núna í fyrsta sinn, við þurfum reyndar að það er sá dagskrárliður hérna eftir smástund. Þú mátt velja lagið á leiðinni heim í þeim dagskrárlið. Nei. Ég lofa þér í Pétur. Hæ? Ekki samt, er það Ricky Martin eða eitthvað svona? Ricky Martin? Ætlar að hafa það á eittir eða? Sjálfsögðu. Já, nei, Ricky Martin eða bara... Ok, hugsa þetta, en svo fær smá tíma, við fyrir ekki í þetta alveg strax. Ég má velja, bara hvað sem er. Já, það er örstuð skilabóð og svo velur þú lagið á leiðinni heim. Rollegum? Já, rollegum, maður. Laka þetta. Frábært marki á þessum snillingi! Nú styttist í Evrópumótið í knattspyrnu. Fylgstu með EM-horninu á FM 957 þar sem Heiðar Austmann og Valtýr Björn munu spá í spilin og fara yfir stöðu mála á EM. Fylg og snillingur þarna ferð! Við munum gefa EM-gullborð frá English Pub þar sem að sjálfsögðu allir leikir verða sýndir í beinni á risaskjám. EM-hornið á FM 957 er í boði English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Tvennu tilboð Dominos. Þú sækir stóra pizza matþeli og stóran skammt af brauðstöngum og fær aðra pizzu sömu stærðar að auki. Pantað á dominos.is eða í síma 58 12345. Tímamótalottó! Nú er lottapotturinn sjöfaldur í 5. sinn í sögun lottósins. Sjöfaldur og stefnir í 70 milljónir! Leyfðu þér smá tímamótalottó! Sumarbomba í Debenhams 1. til 10. júní. Kauftu 3 snyrtivörur, borgaðu bara fyrir 2. Já, 3 á verði 2 af öllum snyrtivörum nema Makk í Debenhams.
and the Machine með Never Let Me Go hér í FM 95 Blö. Fyrir ykkur sem að voruð að stilli núna þá hafið mistað því að Pétur Jóhann vann bæði karaoke-keppnina og atketnina. Hann er að lappa hérna út með fullt fang af sigrum, það er bara þannig. Já, og ég fæ velun. Já, velunin eru að Pétur Jóhann fær að þessu sinni að stjórna það sem við köllum Lagið á leiðinni heim. Lagið á leiðinni heim, gott fólk. Já, þetta er liður sem er hér daglega í FM 95 Blö og já, þá set ég á svona lag sem ég var til að heyra ef ég væri í bílnum á leiðinni heim. Já. Þannig að núna, Pétur, ef að þú væri nú stattur í umferðin einhvers staðar á leiðinni heim, hvað myndir þú vilja heyra? Ricky Martin. Ertu ekki að grínast? Ég er ekkert að grínast með það. Ætlar að velja hann? Ég vil fá Ricky Martin alveg í grænum kvelli hér. La vida es loca. Það kemur liðinu í stuðma. Ég lofa þér því. Þannig ef þú væri núna á Terranónum, frussast væri að frussa þér heim, nýbúin í vinnunni, með Ricky Martin í botni. Og það er lag sem að þú myndir hækki og vera illa sátt við. Þið er rétt ímyndaði, kall minn. Já, ok. Ég get ekkert sagt, þú vannst tvisar og þetta er bara... Já, það er annarkvort það eða þá annað gott Ricky Martin lag sem að var nú gert ódöðlegt innan í Edolun á sínum tíma. She Bangs. She Bangs. Nei, og tökum freka fyrir viðbjöðum. Hvað sagði það hétti? She Bangs. Livin... She Bangs. Livin að víða loka. Ég byrst afsökun á þessu laginu og leiðinu heim. Nei, býttu hvað er þetta að byrja þetta? Hlusta bara á... Það var Pétur Jóhann sem að valdi þetta. Alltaf guðlasta lækki svo að byrja að tala hún í þetta. Þetta er besti kablinn, maður. Er þetta? Já, hækka þetta. Svo. Þetta er svaðan. Já, þetta er stórkostlegt. Livin að víða loka, ég er Ricky Martin. Herru, nú getur ekki lengur sagt að ég hafi aldrei spilað Ricky Martin fyrir þig. Veistu það? Þú ert búin að berjast fyrir þessu núna í nokkra mánuði. Já, ég veit það. Ég bara nota tækifæri og þakka kærlega fyrir. Já, ég gæti ekki annað eftir, 2 sigra í dag. Ég vona að ég vinni líka allt næsta miðvikudag vegna þess að ég er með geðveikt lag þá á leiðinni heim. Hvað er það? Það verður eitthvað rugl. Skúter eða Prodigy. Stórkostlegt. Skúter líklega. Þetta reyndar gæti orðið þess að fólk kjósi mig í næstu viku. Skúra! Hæpa! Hver er ekki að heyra það á leiðinni heim? Við Pétur þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Það er ekki 2 lög á leiðinni heim. Það er búið að hrikalega gaman að vera með ykkur og já, við Hjöppi K verðum mættir þetta morgun og já, aldrei að vita heyrum Jónum Brjáni Breka, hann var í meðferð í síðustu viku, ég held að hann sé sloppinn út strákurinn. Þannig að við tekkum á honum ásamt föstum liðum, endilega tekkið á því. Við Pétur hins vegar kveðjum að sinni, takk ég vel á móti Rikka G sem er hérna rétt og mættur. Annars heyristu á morgun klukkan 4. Við ætlum enda þetta hérna á, Svessa með Titanium. Takk fyrir samverðuna. Herru, takk kærlega fyrir mig. Virkilega gaman að vera með þér sem fyrr. Sömuleiðis og þakka þér fyrir. Heyrjumst á morgun, kæru.